En frá 13. versi segir, en þegar hann kemur, andi sannleikans, þetta heilagur andi, sem mun leiða yður í alla sannleikann. Hann mun ekki mæla sjálfur sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gera mjög dýrlega því að mínu mun hann taka og kunngera yður. Hugsið ykkur, frelsari og heilagur andi samstíga í áformi himinsins að frelsa okkur. Og við höldum áfram. Í Postalasögunni, ég fer aftur í 1. kaflan, þar frá 8. versi, þar fólki Guðs lofað, þér munuð öðlast kraft, heilagur andi kemur yfir yður, og þér munuð verða vottar mínir í Jerúsalem og allir í Júdeu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Ég að endurtaka hér, að við þurfum á því að halda. Svo segir, þegar hann hafði þetta mælt, var hann uppnuminn af þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Heilagur andi, hann mun koma yfir yður og þér munu öðlast kraft til að boða og vitna og predika. Já, hér stundum ég svo innlifaður eða ég sekk inn í efnið það. Ég man ekki einu sinni hvar endurinn er. Það er þetta halda áfram endalaust nefnilega. En hér endar hugleiðingin. Okkur verður gefinn kraftur, heilans anda. Við þurfum bara að meðtaka og treysta Guði fyrir velferð okkar. Ég leyfi mér að hlakka til framtíðarinnar, að fá að upplifa þetta allt undir leiðsögn heilans anda, vegna þess að okkur er lofað svo mörgu stórkostlegu og undursamlegu. Við megum til með að gera okkur tilbúin undir leiðsögn heilans anda að taka þátt í lokastarfinu sem undarbil að hefjast.